Ég heiti Ágúst Jakob Ólafsson og yfirverkstjóri jarðvinnu framkvæmda hjá Íslenskum Aðalhúsum og yfir þessu verki hérna. Hérna erum við að tvöfalda Suðurlandsveginn hérna á milli Hveragerðis og Selfoss og við erum semst að gera þetta að 2+1 vegur en við byggjum þetta upp sem 2+2 vegur en hann verður notaður sem 2+1 því að það ekki sett hérna minnsla gatnamót heldur bara svona hefðbundið gatnamót og þar mjókkar vegurinn niður. Og svo erum við einnig að setja hérna til hliðar byggjum við jafnframt sveitaveg, svona kallaðan sem heitir Ölfusvegur. Þannig að umferðin hérna fyrir bæina, fyrir sveitina hérna, hún fer raun og veru af hringveginum og yfir á Ölfusveginn. Þannig að það að vera að slíta svona í sundur þjóðvega umferðina og innan sveitar umferðina til að ná þessu fækka gatnamótum, minnka slysahættu og þarfandi gott. Þannig að megin markmiðið framkvæmdarinnar að auka umferðaröryggið og ásamt því og sérstaklega með því að fækka tengingum við hringveginn í dag sem eru yfir 20 talsins og þannig að kaflanum milli Hveragerðis og Selfoss að loknum framkvæmdum verður einungis 2 vegamót. Það bara svo margt skemmtilegt í þessu verkefni. Það við erum með marga brýr, við erum með undirgöng, við erum með hjólaleið milli Hveragerðis og Selfoss þannig að það sé hægt að hjóla beina leið þannig að hliðavegirnir eru með hjólareinum. Við erum með reiðgöng í þessum vegi, við erum með 10 km hliðarvegum. Til framtíðar þá getum við breytt þessu í misla gatnamót. Það er bara svo margt sem þú þarft að hugsa þegar þú ert að byggja veg. Þú ert að hanna veginn, þú ert að hanna skilti, yfirborðsmerkingar, koma vatni í burtu, þú ert með brýr, þú ert með undirgöng, gatnamót og fá gatnalýsingu og láta þetta allt tala saman þannig að verkefnið verði sem best. Það lagt mikil áhersla á að framkvæmdin falli vel á landinu og sé vel gengi frá. Eitt nýmæli í þessari framkvæmd kannski að við erum að hugsa hvernig getum við tekið á móti sjálfkeyrandi bílum, hálfsjálfkeyrandi eða hvernig sem það eða snjöllum vegum. Þannig að nýjum vegum fylgir mikill vegbúnaður sem gefur upplýsingar til vegfarenda og aðstoðar ökumenn. Þannig að allar útfærslur hér og við erum að gera ráð fyrir lögnum sem að undirbúa okkur í að taka á móti slíkri tækni. Og þannig að þessi vegur milli Hveragerðis og Selfoss getur verið einn af þeim fyrstu hjá okkur í kerfinu þar sem það er mögulegt. Verkinu er náttúrulega áfangaskipt, þannig að þetta eru 4 áfangar og fyrsta áfanga er lokið og það er verið að vinna í öðrum áfanga núna. Svo er 3. áfangi, það kemur niður Kambana og 4. áfangi er þá brúin og taka í veginn norður fyrir Selfoss. Með alla þessa umferð meira og minna vinnusvæði það kallar á miklar öryggisráðstafanir af hálfu verktakans og stífar merkingar og við erum að taka niður hraða sem er mjög mikilvægt. Við erum með stórar vinnuvélar sem að þvera hringveg 1 á 2-3 stöðum jafnvel í einu. Þannig að það kallar á mikla aðgæslu. Það gengið vel. Við erum svona heldur á undan áætlun og stefnum á að taka hluta veginum í notkun núna í september-október sem við stefndum ekki á að gera fyrir í júní á næsta ári. Þannig að það hefur heldur gengið betur heldur en áætlað var.